Þetta var sem sagt 14. janúar, þá byrjar að gjósa klukkan 5:30 morguninn. Klukkan 7 morguninn þá erum við náttúrulega komin á okkur fund og það var verið að ræða það hvað við höfum langan tíma og eitthvað til þess að bjarga því sem bjarga verður og okkur var gefinn svona sólarhringur, þessi hrauntunga sem var að koma þarna niður, hún var svona sólarhring að ná Njarðvíkuræðinni. Við vorum komnir inn á staðinn svona 9 morguninn en þá strax sáum við að hraunið var nú töluvert nær Grindavíkurvegi heldur en við gerðum okkur grein fyrir og byrjum bara að vinna. Klukkan 12 þurftum við að rýma vinnustaðinn út af því að hraun var bara komið það nálægt okkur og við ætlum ekki að leggja neitt í lífshættu við það að vera að vinna við þetta. Leið að hún fer yfir, þá sá maður alveg, maður horfði á þetta og sá þetta svolítið vel, sérstaklega í sjónvarpinu, þá sér maður bara búm, hún er farin. Og þá fekk ég alveg bara, það er bara svona taugar hræringar yfir mig, ég bara ok, við erum komnir þangað. Og við sjáum fram á bara hita þetta leysi hérna í nokkra daga eða vikur jafnvel. Það var náttúrulega teknar einhverja 15 mínútur í það að vera bara alveg í sjokki og bara mjög vonlaus staða að okkur fannst. Þegar okkur fannst þetta mjög langur kafli sem að hún var biluð. Ég var síðasti maðurinn til að drepa á öllum dælunum út af vatni var búið. Og ég stóð inn í byggingu sem á alltaf verið, undir öllum kringumstæðum alltaf verið í gangi. Var að drepa á hana og alveg heyrðist ekki múkk inni. Og þetta var rosalega skrítin tilfinning fyrir mig sem er viðhaldsmaður og sem markmiðið mitt í rauninni að gera viðhald og hafa allt, up and running. Og rosalega skrítin tilfinning að standa hann inn á dökkunum og tikka dælunar út. Það var mjög blendandi tilfinningar og erfiðar. Í fyrstu er oft staða mjög vonlaus, bara virkilega og menn þurfa bara að komast yfir það. Þetta er svolítið svona eins og að vera 4-0 undir í einhverju fótboltaleik Hvað gerist ef það er heitavatnslaust til lengri tíma? Sem við höfum lent í ef við erum að taka vatnið bara sem ég séð einu bæjarfélagi kannski í 8-10 tíma að ef að lagnirnar fá aðeins að kólna þá dragast það saman svo það er hleypt á hitanum aftur að þá þenjast þar út og þá springa út veikustu hlekkirnir og þegar við erum að horfa svo þarna jafnvel einhverja daga eða viku kólnun að þá var maður ansið smeykur að myndi bara allt fara til fjandans eða hleyptir á. Og þá er farið að laugardagsmorgni eða farið að pæla í þessari tankveitu og það veitur buðu fram þessa aðstoð og hjálpa okkur með það. Hvað er trukkaveitan? Það er bara sérstök útgáfa af flutningslögn hitaveitu sem er á hjólum. Við raun og veru tengjum þarna bara kerfin saman. Við fyllum á tankbíluna í Hafnarfirði og keyrum út að þjónusvæða og Sveitna á mismunandi stöðum þar sem að lá mest við og keyrum inn á. Og það er náttúrulega bara í rosalega góðu samstarfi við þau, almannavarnir og alla innan sem koma að verkefnum og samfélagi líka sem var, því að við áttum ekki trukkabíluna sjálf Þannig að það var margir sem koma að þessu. Þannig að já, ég held að sé svona kannski fyrst og fremst þessi samtakamáttur að aðstofa og bjarga. Hvaða markmiði átti það að þjóna? Það er náttúrulega fyrst og fremst verðmætabjörgun og náðum þannig að keyra aðeins upp þrýsting og stytta þannig tímann sem maður myndi taka að keyra upp því að alveg ískalda lagnir þarf að fara mjög varlega í. En ef þú ert með þar á svona kannski nær rekstrar hitastig þá getur farið aðeins hraðar. Og þessi tankveita kom bara sterk inn þarna en gríðarleg vinna og mikið náttúrulega sem fylgdi því að keyra bíla frá Hafnarfirði til Keflavíkur stanslaust í nokkra sólarhringa. Ég heyrði af einni lausn sem var rissuð upp á blað og í framhaldi samþykkt af verkfræðistofum. Máttu endilega segja mér söguna af þessari lausn. Ég held þetta að vera svona 3 mínútur sem tók að hanna þessa lögn. Það var ákveðið að hún þyrfti að fara offset frá stefnu gömlu lagnarinnar til þess að hleypa hitaþenslum út í hitt og þetta og það var nú ég sjálfur sem að hringdi þá í verkfræðistofu og fékk á til þess að blessa þetta. Það tók 3 símtöl, hann hringdi aftur og var ekki alveg viss og svo töluðu aðeins meira saman og svo hringdi hann einu sinni enn og þá sagði hann að jú, þetta mun sennilega ganga og þá var þetta bara gert. En ákvörðunartakan er bara þannig að menn kom bara með hugmyndir, annar kemur aðra hugmynd og svo er bara rætt hver besta hugmyndin og svo bara fer þessi hópur á stað með þá hugmynd og það er ekkert vikið frá henni. Þannig að það er ekkert verið að rífast eða skammast, það er enga tími í það. Á þessum tíma náðum við að hrúga saman eitthvað 100 manns
í að fara að sjóða saman þessar lagnir og fundu við efni sem að við hjá Ásorku áttum sem var eitthvað 600 metrar, DN 500 lögn og hné og beigur og allt sem við þurftum. 36 tímum síðar, eftir að við byrjum að sjóða saman fyrstu tvö rörin, þá í raun og veru byrjum að hleypa vatni á. En fóruð þið ekki langt fram úr væntingum þannig að gera þetta á 36 klukktímum? Já, ok, það var reyndar mjög vel gert, en strax fóru menn samt að hugsa hvernig var hægt að gera þetta hraðar. þannig að þetta eru miklu keppnismenn.